Já, nú sem sagt komið í 5. viku í 3. lotu sem þýðir að ráðgjafarskólinn er að klárast. Þið komið hérna og ætlið að læra að nota hugmyndafræðina leiðin til velgengni til þess að hjálpa fólki út úr fjárhagsvanda. Kunnið þið það? Er eitthvað vit í þessu? Hvar er snilldin að bak við þetta allt saman? Lota 1. Við lærum að skoða okkar eigin fjármál með því að setja námskeiðið og skuldum með jafnvægi. Markmiðið er að við getum kennt námskeiðið og veitt ráðgjöf að námi loknum. Er þið tilbúin? Lota 3. Nú setjum við námskeiðið aftur með öðrum kennara. Bætir það einhverju við? Í viku 1 af námskeiðinu þá er ég að segja mína sögu, hvernig ég klúðraði og hvernig ég komst út. Núna, í lotu 3, þá er Katrín að segja sína sögu. Og það er ekki saga manneskju sem er í skuldavanda. Það er ekki saga eitthvað sem þarf að hjálpa með fjármálin. En það er saga konur hvað hún þurfti að ganga í gegnum til þess að treysta sér að skrifa námskeiðið, hvað hún þurfti að ganga í gegnum til þess að treysta sér að byrja að verða í ráðgjafi. Þannig að nú getið þið spurt ykkur þegar þið hlustið á Katrínu, er ég með tilfinningar þar sem að ég treysti mér ekki til þess að byrja? Ég held ég sé ekki manneskja til þess. Eða býðið til því að koma eitthvað á námskeiðinu sem að gerir ykkur þetta auðvelt. Nei, það kemur ekki. Þið þurfið að ganga í gegnum mannmáttarkenndina og byrja. Við ganga okkur sögur sem að við erum algjörir snillingar. Við erum að gera kraftaverk á hverjum degi. Við breytum áhyggjum í ljós og gleði. Og hver er sannleikurinn á bak við þessa snill? Hvernig gerast kraftaverkin? Ég ætla að reyna að svara þessu og bara með því að fara að renna í gegnum hvern dag á námskeiðinu. Vika 1 á námskeiðinu, þar erum við að segja okkur sögu. Það er mjög mikilvægt að við gerum það, að því þá upplifir fólkið að við erum hér tilbúin til að gefa gjöf. Gefa af okkur hver við erum, hvað við þurfum að ganga í gegnum til þess að koma okkur á það stað sem við erum núna. Og líka til þess að setja það að ég get sýnt þér leiðina, ég get kennt þér það, ég get ekki gengið fyrir þig. Það þarf hver og einn að ganga í gegnum tilfinningarnar, óttann, sem fylgir því að ná árangri eða ná þroska. Þannig að að hjálpa fólki til að fara í gegnum þessar tilfinningar, hvað var það, fjármál er ekkert öðruvísi heldur en að fara í gegnum sömu tilfinningar í því að verða ráðgjafi. Við þurfum að segja þessa sögu og til þess að láta vita að við erum mannleg og við gengum í gegnum þetta saman. Við viljum líka koma til skila að fjármál er ekki bara peningar. Það er þessar 3 formúlur, það er samskipti, það er væntingar, það er blekkingar, það er óttinn. En við viljum byggja þetta á sannleika. Og hver er sannleikurinn? Það er ekki hægt að semja við skattinn, það er sannleikurinn. Það er víst hægt að semja við skattinn, það er sannleikurinn. Og svo getum við að rífast hvort viðhorfið sé réttara. Við ætlum ekki að gera það. Við ætlum bara að segja, ég er hér og mér langar til þess að fá að hjálpa. Mér langar til þess að fá að setjast með þér niður við tölvuna og við opnum heimasíður og við finnum tölur, við sjáum hver staða þín er. Og svo langar við bara að hjálpa þig og leiða þér í gegnum það þangað til þú ert komin alla leið. Þannig að við erum ekki að fara
rífast viðhorf, við erum ekki að fara að þykjast vera betri eða verri eða heldur en eitthvað annað, heldur við erum hér fyrir þig. Þannig viljum við skapa traust, þannig viljum við kveikja von og svo framvegis. Já. Vika 2, ánauð, óreiða, skuldir og jafnvægi. Hérna þetta bara lýst. Fólk finnur sig í lýsingunum, kannast við tilfinningarnar, kannast við hegðunina og það uppgötar þarna að það ekki eina manneskjan í heiminum sem er með erfið fjármál. Það myndast von að eitthvað geti gerst sem hjálpar. Vika 3, uppgötva stöðu, skoða sig stöðu, reyna að aðlagast og það verður til aðgerðar áætlun. Já. Vika 4, jafnvægið, tala það, að taka ábyrgð á þessu, setja sér markmið að koma sér lag. Og það sem við vitum að til þess að þetta fara í lag, þá þarf það að fara frá mínuspól og upp í plúspól. Það þarf að vinna sig úr mínuspólnum og upp í viðhorf og hegðun plúspólsins. Og það sem við erum hins vegar uppgötva hérna núna að fólk oft komið í plúspólinn. Það er búið að taka út þroskann. Þeir sem ekki múin að taka út þroskann, þeir reyna að draga saman í neyslu og mynda þannig aðgang til þess að greiða vanskilin. Og það er kannski svolítið erfitt að draga mikið saman á örorkubótum til þess að borga 17 milljónir. En svo tekur fólk út þroskann og skilur að það þarf að gera skipulag og samninga. Það fer svo sem með tannlæknum og tryggingafélagi og kemur sér upp í jafnvægi. Einfalt þegar þú ert búin að taka út þroskann. Hvað þegar við erum að ræða AB-skatt eða SJ-skatt, sakakostnað, sektir, meðlög og heildarskuldir hlaupa á milljónum? Þá er þetta svolítið flókið og fólki ræður kannski ekki við það. En það styttist núna í svarið við hvar snilldin liggur. En burðarþol, við erum að tala það fyrst. Fólk á skuldastiginu með samviskubit. Það er áhyggjur, tímapressa. Þess fyrir utan, þá koma stefnur, fjárnám, vanskilaskrá, lokast á lánamöguleika og það fær hvergi fyrirgreiðslu. Fjölskyldumeðlimir, vinur eitthvað sem ætlar ekki að fara að gera eitthvað í þessu. Þannig að það er alls staðar verið að ýta við þessu. Þannig að álagið á taugakerfið eykst og yfirfyllist. Þau hafa bara ekki burði til þess að fást við neitt annað heldur en þessar áhyggjur. Og ég leyfi mér aldrei neitt, segir það og situr heima og horfir á Netflix. Þetta það bara getur ekki annað, það getur ekki meir. Burðargetan er full nýtt. En þá birtist allt í einu ráðgjafi sem kann að ganga frá svona skuldum. Nei, það birtist ekki ráðgjafi. Það birtist nemur úr ráðgjafaskólanum. Hann kann ekki að ganga frá svona skuldum. Hann kann eitthvað en takmarkað. Alltaf allar reynslu en hann langar til að hjálpa. Hann kann að finna út í eyðublöðin og sækja tölurnar og skilur hvert verkefnið ákveður að byrja að skoða skattaskjólurnar. Fljótlega rekst hann á eitthvað sem hann kann ekki. Þá tekur þessi nemi upp símann og hringir í skattur og biður leiðbeiningar. Hann sendir tölvupósta með spurningum, mætir í ráðgjafarspjall með spurningar, finnur á endanum út úr þessu. Hann og hans skjólstæðingur skoðuðu leiðir, völdu leið og framkvæmdu. Skjólstæðingurinn upplifir að þarna var manneskja fyrir hann. Það skipti þessa manneskju máli að finna lausn fyrir hann og hún lagði mikið á sig til þess. Skjólstæðingur hefur verið í þessari stöðu árum saman. Nú er vandinn horfinn og það hefur gert kraftaverk. Þessi ráðgjafanemi er snillingur. En hvernig líður okkar manni?
nemanum í ráðgjafarskólanum. Hann sáttur. Ég ætla að vona það. Hann að berja á sjálfum sér fyrir að hafa verið óöruggur, fyrir að hafa kunnað of lítið, það var lengi að þessu. Sko, hlutverk ráðgjafans er ekki að slá í gegn og ekki vera snillingur. Hlutverk ráðgjafans er að vera til staðar. Hann á eftir að taka mörg svona mál, hann á eftir að vera miklu fljótari að vinna það, hann á eftir að vera miklu færari, en hann er nóg núna, eins og hann er. Þetta sem við vorum að skoða, þetta gerist þegar fólk er búið að taka út þroskann. Hann kann ekki vinna þegar það ganga frá skattinum. En hvað gerist þegar þroskinn er ekki til staðar? Þegar þroskinn er til staðar þá er hægt að vinna þetta saman, það er hægt að vinna að semja og svo er samið. En ef þroskinn er ekki til staðar þá þorir skjólstæðingurinn ekki að semja. Og strandar. Þannig að þá þarf hann að fara að vinna með plús- og mínussprófuna. Þá er hann kominn á það stað að hann geti klárað verkefnið. Þannig að þurfum að nota viku 5 námskeiðinu svona til þess að endanlega staðfesta hvar fólk er og hvar skóinn kreppir, hvað varðar þroskann og finna að það hefur rétt úrræði.